Björgólfur Guðmundsson, fyrrverandi aðaleigandi og stjórnarformaður Landsbankans, verður gestur okkar eftir augnablik og við spyrjum hann meðal annars út í Icesave-reikningana, peningamarkaðssjóðina, ofurlaun bankastjóra og hver staðan sjálf sé í dag. En við byrjum á Björgólfi Guðmundsssyni sem sestur hjá Sigmari. Björgólfur, velkomin í Kastljós. Takk fyrir. Við skulum byrja á þessu Icesave-máli sem náttúrulega búið að vera mikið hitamál, bæði hér í samfélaginu og svona þróast út í milliríkjadeilu á köflum. Þegar þið farið af stað með Icesave, veltuðu því fyrir ykkur hver möguleg ábyrgð íslenska ríkisins og íslenska skattgreiðenda gæti orðið ef illa færi? Auðvitað gerðum við það. Þegar við förum út í Icesave, að þá erum við það er tekin ákvörðun það að reyna að vegna þess að þegar þú tekur fjármögnun banka, þá er annað langtíma lánum eða þá innlánum. Á þessu byggist nú rekstur banka. Og við sem sagt ákvaðum að fara út í að reyna að gera innlánin að stærri hluta af fjármögnun bankans og þessi leið var valin sem að við völdum og við getum sagt að síðan var okkur hrósa mikið fyrir þetta, við fengum alltaf mikil hrós bæði frá greinendum erlendis og annars þar að við værum búin að koma því svo fyrir að við værum trúlega sá banki hér á Íslandi sem að myndi standast best þau áföll vegna þess að það var svo dreifð áhættan. Þá fórum við út í Icesave og menn halda bara að við höfum ákveðið að stofna Icesave og byrjaði að auglýsa og tekið peninga og eins og þetta séu bakvið allt og alla. Ég held að það séu fáir atvinnuvegir sem eru undir eins miklu eftirliti og fjármálamarkaðurinn. Og við þurftum að sækja leyfi, við þurftum að leggja fyrir okkar plön og við erum undir eftirliti þannig að þetta hefur alltaf verið gert í góðu samkomulagi við eftirliti hér, fjármálaeftirliti í Bretlandi og hvar sem við höfum komið. En gerðu ykkur grein fyrir því að ef að illa færi að þá væri mögulegt að Íslendingar þyrftu að borga inn í framtíðina einhverja mögulega 600 milljarða króna bara út af bresku Icesave-reikningunum? Endurtaktu þetta? Gerðu þið ykkur grein fyrir því að ef að illa færi að þá gætu íslenski skattgreiðendur þurft að borga þessa Icesave-reikninga í þeim mæli sem að nú stefnir í? Ég veit ekki alveg hvernig þú sér þetta. Á 3 mánaða fresti banki gerður upp og þá kemur alltaf í ljós eignir og skuldir og fram til seinast á dags, 30. núna 9. þá voru eignir töluvert meiri heldur í skuldir og þá allt Icesave tekið með. Og ef þú skoðar málið í dag og allt þetta að Icesave sé að leggjast á þjóðina, það einhver tilbúningur. Icesave að leggjast á þjóðina með svolítið miklum þunga. Hvernig? Jú, við erum í milliríkjadeilu við Breta, við viljum ekki borga þessa Icesave-reikningu upp í topp eins og hina þjóðina viljum við gerum og þetta getur verið einhvers konar reikningur til þjóðarinnar upp á næstu í 1000 milljarða. Þetta eru gríðarlegir peningar. Þetta er tvöföld fjárlög. Má ég aðeins segja þér hvernig þetta gerist? Í dag, eins og segir eða 30.9. fyrst, þá voru eignir bankans helmingi meiri en þessir innlánsreikningar hjá Icesave. Helmingi meiri. Jafnvel þó að rýrni eignirnar helming, þá eiga að vera til eignir til að borga Icesave. Hvers konar eignir eru það? Það eru eignir skuldir hjá fyrirtækjum, í bréfum og öllum eins og öllu því sem að banki tekur þátt í. 500 milljónir evra hjá þessum banka. Við erum auðvitað að kaupa bankabréf, við erum að kaupa lánamönnum sem sagt peningar til rekstrar og þetta eru peningarnir. Og í dag held ég að við sjá fram á það að Landsbankinn var aldrei gjaldþrota. Landsbankinn fór í greiðsluþrot vegna hvers? Við komum í Seðlabankann, við báðum hann að við þyrftum á gjaldeyri að halda, við ættum íslenska peninga eða íslensk verðmæti, okkur vantaði gjaldeyri. Hann var ekki til. Þannig að þetta byggist alltaf því að við gátum ekki fengið gjaldeyri til að borga. Og þegar þú segir að þjóðin sé að taka á sig 600 milljónir, þá það ekki rétt. Það ekki rétt. Er þetta þá bara einhver almennur misskilningur hjá stjórnmálamönnum, ráðherrum, greiningaraðilum, hagfræðingum og þjóðinni allri að við séum að lenda í ykkur meiri háttar vandræðum út af Icesave-reikningunum? Vandræðin ekki út af Icesave-reikningunum sem slíkum, þeir eru út af lagasetningunum sem sett var. Krísulögin sem sett var, þú mismunaði þjóðum sem öðrum misbauð, Bretum og Hollendingum. Það var þannig að við
altså móðurbanki hér og útibúin hans, sem eru þá erlendis og hér á Íslandi, að þau áttu sína viðskiptavini. Lögin sögðu, við ætlum að tryggja það að íslensku innstæðueigendurnir, að þeir myndu fá greitt, en þeir sem hefur lagt í útibúin hjá okkur úti, fengju ekki greitt. Eins og við segðum, Reykjavíkingar fá sitt, en Norðfirðingar ekki. Og þetta það sem deilan stendur lagasetningin sjálf, ekki Icesave í sjálfu sér. Lagasetningin sem sagði til það að við ætlum að tryggja íslenskum innlánseigendum sitt og hinum ættu eiga sig. Og þetta gengur ekki hjá síðan þjóðum. Nei, en þetta ekki svolítið afneitun á vandanum, Björgólfur, vegna þess að þið ættu að vera löngu búnir að koma þessum Icesave-reikningum inn í dótturfélag. Þeir eru með þetta í útibúi, ekki í dótturfélagi. Og þar liggur náttúrulega risastór munur. Risastór munur það að við vorum bæði með í Englandi dótturfélag og útibú. Heritable, hann er sem sagt dótturfélag og hans innlán voru þar. Svo vorum við með útibú sem við vorum ekki búin að breyta í sem sagt yfir í breska kerfið. Og þar liggja ykkar mistök. Ég skal taka öllum mistökum og við höfum verið á seinir. En það seinasta sem datt í hug að þetta færi svona eins og fór. Já, en það þá ekki staðreyndin að þið berið ábyrgð á þessu? Því að það byrjað að tala við ykkur í mars það að setja þetta yfir í dótturfélag og á þeim tíma sem að gerist eftir mars, bara til dæmis í maí, á meðan þið vitið að það er áhætta með Icesave vegna þess að það er ekki í dótturfélagi, þá farið þið í útrás með Icesave-reikninga til Hollands, þið haldið áfram í útrásinni í Bretlandi og reikningarnir stækka og bólna út. Er þetta ekki svolítið óábyrgt? Við skulum segja sér óábyrgt og ég tek full ábyrgð á því. En ég veit ekki alveg hvað þú hefur þessu tölur, því í byrjun árs 2008 og núna þá eru Icesave-reikningarnir í sömu tölu. Við gerum samkomulag við Bretana eða breska fjármálaeftirlitið í maí, hvernig við ætlum að haga okkar málum. Og þá ætlum við að byrja á því að færa þetta yfir í dótturfélag. Við ætlum líka að reyna að halda þessu niðri, þannig að við hækkuðum ekki, við vorum í 4,6 milljónum punda og við gerðum það. Við vorum ekki að bjóða hærri vexti, við vorum held ég með 16. eða 17. sæti yfir hæstu vexti. En af hverju voruð þið ekki búin að koma þessi dótturfélag? Það er alltaf spurningin. Spurningin var svo að það sem tafði okkur og við sjáum auðvitað eftir því núna að við ekki búinir að því eða lagt meir á okkur eða ég sé ekki lagt meir á okkur heldur að hafi ekki gert þetta fyrr. Það var vegna þess að við höfðum aðra, ef þú mismunur þarna á milli sá að þú hefur þá frjálst flæði í gegnum útibúið og getur þá lána til Íslands án þess að sækjum leyfi hjá breskum yfirvöldum. Ef þú ert með dótturfélag þá er það alveg undir þeirra stjórn og við vorum búin að ræða þetta við þá. Þeir samningar sem voru með í sambandi við lán og annað, það þurfti að breyta þeim töluvert til þess að við ætlum að koma eignir til Englands á móti þessum innlánum og það var bara samkomulag um að gera það á lengri tíma. Eina deilan var eiginlega svo á hvað skömmum tíma við getum gert þetta. Af hverju gátuð þið ekki gert þetta fyrir? Segir það okkur ekki bara það að eignasafnið ykkar hérna á Íslandi var þannig að þið gátuð ekki með góðu móti fært eignir yfir í breskt dótturfélag? Var það ekki bara máli? Var ekki bara staða bankans verri heldur en að þið gáðu upp? Já, þú ert nú eiginlega að ásaka endurskondur þarna. Staðan held ég sé úttekin af öllum aðilum og staðan er að hárrétt eins og hún var. Lánin, það sem við vorum hrættir við, var að það myndum breytast lánaskilmálar á ýmsum lánum ef við færðum þetta yfir. Að við erum kannski að borga að vextir myndu breytast, að lánin sjálf, þau eru þetta, ef við myndum fara í stórkostlega breytingar, þá þurftum við endur semja ýmsa hluti og... Hefði það ekki verið áhættuna virði fyrir íslenska þjóð í dag? Það er alveg hárrétt þjóður. Það geti verið það. En þú ert að tala enn að þjóðin verði fyrir skaða ef að svo er... Það er tilfinning allrar þjóðarinnar, Björgólfur, og held ég allra sem í stjórnmálum og fylgjast með að þjóðin sé að verða fyrir skaða út af þessum reikningum. Getur afneita því? Já, ef að það er rétt, þá þykir mér það mjög miður. En uppgjörið sem er gert, ég verði þetta byggja á uppgjörum. Ég er bankaráðsmaður, ég er ekki rekstraraðilinn og það er tölur og það sem ég fæ, það er þetta eina sem ég get farið eftir. Og þegar ég skoða það, að þá er meira en nóg til af eignum til að vega á móti þessu. Og þú segir að við verðum fyrir skaða og það er uppgjör í dag. Ég held að það er búið að búa til ákveðið mál. Við eigum eignir upp í Icesave
sem að geti verið meiri heldur en ICEF. Það er mjög óljóst. Það er mjög óljóst. Við erum væntanlega að fá lán frá Bretum upp á 600 milljarða. Þið segið það séu eignir á móti, en það er mjög óljóst hvernig það skila sér inn. Já, óljóst. Auðvitað vitum við ekki nákvæmlega hvernig það skila sér inn. Það gæti skila sér í töluvert meiri og hærri. Vegna þess að þú ert að miða við sko, verðmæti þessara eigna á tíma sem er allt annar heldur en í dag. Það eru væntanlega mikið vermin í dag. Uppgjörið í dag, 30.9. Þetta er auðvitað alltaf gert á þeim tíma og á þeim verði og þeim gengi sem er á hverju tíma. Þannig að það er náttúrulega ekki gott að segja að það sé einhver allt annað sem er að mið. Í dag lítur dæmið þannig út fyrir mér, eins og mér er sagt, að eignir bankans, og þær voru það 30.9. og þær eru það í dag þegar búið er að gera upp, að þá séu það meir en fyrir ICEF málinu. En hitt er annar mál, alveg eins og hérna að við þurfum að leggja þessir eignir fyrir, við þurfum að taka lán á móti og svo gengur lánið eins og það er innheimtist inn í greiðsluna. Það getur komið meir út úr því, það getur komið minna, ég þori ekki að lofa neinu, en fyrir mér er málið þannig að við eigum ekki að verða fyrir neinu tjóni. Hvað eigum við eftir þetta? Banki var tekinn, banki var ekki gjaldþrota. Nei, en hann fór í greiðsluþrot. Hann fór í greiðsluþrot. Og það er nánast það sama þegar fyrirtæki verður gjaldþrota. Banki í greiðsluþrot er ekki starfhæfur. Ef þú fer til í Sólarlanda, kemur inn á hótelið, átt íslenska peninga til að borga hótelreikningin og maður segir, nei, ég vil ekki íslenska peninga. Hvað gerum við þá? Við fórum í Seðlabanka til að fá erlenda peninga og fengum það ekki. Greiðsluþrot og greiðslu eða gjaldþrot, það eru tveir ólíkir hlutir. Gjaldurinn okkar, við fengum ekki gjaldurinn. Við áttum 500 milljónir evra sem vorum að reyna að fá frá lífeyrissjóðunum. Fengum það ekki. En hvernig, bara svo, við förum nú frá ICEF og yfir í önnur mál, hvernig hver er þitt mat á því af hverju íslenska fjármálakerfið og íslenskt samfélag er komið í þessa stöðu? Ég vil aðeins ljúka þessum ICEF. Ég tel og er mjög svona samfærður, auðvitað ég er samfærður vegna sem ég þekki tölurnar og ég vonast svo innilega til að þjóðin verði ekki fyrir áfall út af þessu. Það eru eignir sem eru töluvert meiri og ef að Bretarnir aflétta frystingunni í Bretlandi, þá eigum við töluvert miklar eignir fyrir þessu út í Bretlandi. Deilan snerist eitt sem var. Hún snerist það að þeir neituðu því að við mættum sem sagt setja Íslendingan í sérhóp en þeir sem var í útibúinu í Englandi í annan hóp. Það er það sem að lögin... Þannig að þú ert í raun og veru þá að varpa ábyrgðinni af ICEF algjörlega yfir á stjórnvöld og neyðarlögin en segir að þið eigið ekki hlutdeild þar að skilja það rétt. Við höfum alla hlutdeild í öllu, ég tek alla ábyrgð á mig. Og hver er hún? Hver er hún? Já, þín ábyrgð. Mín ábyrgð er svo að illa fór og ef það kemur út að við eigum ekki fyrir þessum ICEF-reikningum, þá er ábyrgðin svo að hafa brugðist. Ef að til eru peningar fyrir þessu sem mér er sagt og ég auðvitað fylgist með að séu fyrir hendi, þá erum við ekki verið í tjóni. Og ég er að vona svo verði, þannig að það er frá upphafi hefur þetta verið þannig að þá var sagt að ICEF kostar íslensku þjóðinni 600 milljarða. Einhver segir þetta og svo er þetta orðið bara fakta. Það er tekin skuldin, en það er engar eignir tekna með og maður segir, býtu. Nei, það er kannski vegna þess að það er kannski óljósara mál. Þetta er skuldbeiting út af ICEF-reikningun. Það er bara venjulegur, íslenska þjóðin, hún hefur þetta tekur lán erlendis til að borga alls konar framkvæmdir og annað. Og það voru bankarnir sem voru búin að taka lán áður, ríkið var til dæmis ekkert skuldsett. En við skulum fara aðeins yfir í stóru myndina. Ég vil bara að það sé alveg klárt mál og ég vil ekki skilja eftir þannig að við séum skildir eftir þannig að við höfum skilja eftir þjóðinni ykkurum 600-800 milljarða tapi. Við teljum og það er okkar von og ég get ekki bundið annað en það að það sé til fyrir svo meir en það. Og þetta er það. Deilan var lagasetninguna. Já, en nú skulum við fara yfir í fleiri mál. Af hverju erum við í þessari stöðu? Af hverju hrundi íslenskt fjármálakerfi og af hverju er íslenskt samfélag svona illa statt eins og þetta? Já, ég veit að mikið hugsað það hvernig af hverju við erum í þessari stöðu. Ef við værum einir í þessari stöðu í heiminum, þá myndi ég kannski hugsa öðruvísi. Það er alheimskreppa og það er ekki hægt að fá lánsfé neins staðar sem við gengum að áður. Við höfum lokast inni 20 lönd og það er að veldi öll G8-löndin eða þessi lönd sem eru þróuðust. Það voru að setja neyðar eða sett nýjar lagarsetningar
Ekkert þessara landa fyrir jafn illa út úr þessu við. Ekki eitt einasta. Nei, ekkert land hefur lent í því að fjármálakerfið hafi hrunið í heilu lagi. Það er alveg hárrétt. Af hverju erum við í svona mikið verri stöðu? Flest þessara landa gerðu hvað? Hvort sem það Bretland, Danmörk eða Holland eða Belgía, þú sögðu strax, við ætlum að standa við bankana, við munum gera allt til þess í fyrsta lagi að innlán séu tryggt. Númer 2, að bankarnir starfi og lendi ekki í vandræðum. Og meiri sé, Frakklandsforseti sagði, engin fransku banki að fara á hausinn. Við höfum ekkert bakland. Við erum með seðlabanka hér sem að, já, hann á enga peninga. Hann fikk ekkert lán. Þannig að við setjum upp íslenskar eignir. Þið sem eru að vinna á þessu markaði, þið getið alltaf varpað ábyrgðinu svona yfir á eitthvað kerfi vegna þess að þið vitið hvernig baklandið er. Þú kennir krónun á einu stað í viðtalum að henni séum að kenna. Þú veist að þegar þú ert að reka bankan að Seðlabankinn á x háan gjaldeyrisvaraforða, þú veist að bankakerfið er vaxið þjóðinni upp fyrir höfuð og þú veist að við erum með krónu. Af hverju getur, þetta er ekkert einhverja nýja stærðir sem dúkku upp í fjármálakreppunni? Að Seðlabankinn geti ekki útöfað peninga. Að Seðlabankinn geti ekki sinnt skyldu sinni. Að baklandið sé með þeim hætti sem það er. Nú er ég kannski aðeins að fá því til þess að leggja mat hvort að stöðumat ykkar öll árin hafi ekki verið rangt vegna þess að þið vissuð að þið værið í íslenskir krónu, þið vissuð að gjaldeyrisvaraforðin væri ekki nema 102 eða 300 milljarðar á meðan bankakerfið var komið upp í 1200 milljarða eða 12.000 milljarða. Þið vissuð þetta allt og þá getið þið varla kennt einhverju umhverfi um. Þið hegðuð ykkur ekki í samræmi við umhverfi. Er það ekki rétt áleitun? Ég er ekki að kenna umhverfinum. Við höfum kannski verið áhættusæknir. En á öllum tíma störfuðum við að heiðarleika og búum að meta þessa stöðu og reyna að tryggja að það væri jafnvægi milli gjaldeyrisins og íslensku stöðunar. Það var svo komið að við gátum, að Seðlabankinn var tómur. Það voru einhver peningar til þar. Og áttum við að sjá það fyrir. Það hefði aldrei verið til peningar í Seðlabankanum til að mæta þessu risavaxna bankakerfi. Við teljum að við höfum getað komist jafnvel í gegnum þetta ef við höfum bara fengið meiri tíma. Kerfið þurfti ekki að fara svona. Kerfið þurfti ekki að fara svona mínu dómi. Það sem ég er að segja er að við auðvitað kannski spiluðum djart og ég tek full ábyrgð, ég er ekki að koma ábyrgðin af mér. Spiluðu þið ekki allt of djart? Er það ekki kannski réttari nálgun? Ég tel að það svo sé ekki. Við vorum að undirbúa það að fara með hluta erlendis. Við vorum átti mjög stórir, en við skulum ekki gleyma því að það var svona stefna ríkisstjórnarinnar og annarra hér, 2003-2004, að koma fleiri stoðum undir atvinnulífið. Og fjármála viðskipti voru eitt af því sem var talið mætti koma inn í og þú þekkir þessar frum atvinnugreinar. Við fórum að fullt í það og reyndum að standa okkur vel í því. Það má vera að við erum fullstórir og hefðum þurft að færa hluta þessu erlendis. En í góðri trú unnum við svona. Og það er alveg sama, Seðlabankinn, hann fekk ekki fyrirgreiðslu. Hann fekk ekki fyrirgreiðslu og við þurftum alltaf, hvert einasta land verður alltaf að byggja á því að geta treyst í að Seðlabankinn geti komið inn í hlutina. Það var ekki hér. Og hann var það ekki og gat það ekki og getur það ekki. Og auðvitað er það erfitt þegar að... Ertu ekki alltaf svolítið að varpa ábyrgðin yfir á einhverja aðra heldur en bankakerfið? Ég er ekki að varpa, við erum að ræða, Sigmar, hvernig hlutirnir snerust. Jú, ég tek alla ábyrgð á mig út af rekstrinni hjá okkur. Við töldum að mjög góðan, töldum að mjög öruggan og við vorum bara sem sagt í því að færa okkur til og við vorum að vinna í Bretlandi og við vorum að vinna í Hollandi að færa þetta yfir í góðri svona samvinnu við þá aðeila sem stjórna þessu. Fjármálaleg til Breta, fjármálaleg til Hollendinga og hér heima. Við vorum alltaf að vinna með þessum mönnum og það voru alltaf upplýsingar og skýrslar hver einustu, ég meina það lá allar upplýsingar fyrir. En hvort við vorum á stórir, íslenska bankakerfi, það má vera, við höfum verið á stórir og það getur verið að það þurft að taka á því fyrr. En við megum líka... Þegar að menn er í nauðvörninni þessar helgar tvær, þá komið þið með tilboð það að þá er ríkið búið að taka yfir 75% í Glitni. Þá komið þið með tilboð það að bankarnir saminist, Glitnir, Landsbankinn og Straumur, sem að miðust við það að hagur hluthafa Glitnis yrði alltaf ofsalega rýr og lélegur með það sem hafi verið áður. Finnst ykkur sanngjarnt að gera svoleiðis tilboð á þessum tíma? Þegar að komið vera því og þegar að ákveður að fara svona í Glitnismálið,
þá sáum við að það var, sko, það myndi kyrkja alla starfsemi á Íslandi. Við sáum að okkar sæng var útbreidd leið og Glitnir átt að fara svona í Glitnir. Enda leið og þetta var gert og menn töldu að ríkið væri komið inn í það, þá fór allar lánalínur hjá okkur. Þá erlendir aðilar bara treystu okkur ekki lengur og treystu nú ekki ríkinu lengur, þannig að þetta var aðgerð sem var mjög, mjög erfið. Við komum og það sem að ég að kvart yfir, ég er ekki að losa mig við ábyrgð, Sigmar, ég að segja. Ríkisvaldið, Seðlabankinn og ríkisvaldið sem á að halda utan hlutina, það var aldrei neitt gert til þess að koma umræðum af stað, hvað getum við gert saman? Það kom hugmynd það að þeir myndu til dæmis Landsbankinn sameinast Glitni, það kom svo hugmynd upp í ágúst og þið slóguð á hana, tölduð að bankinn væri nógu sterkur til þess. Hvaðan kom hún? Forsætisráðherra talar þetta, hann sendi menn til ykkar til þess að nefna þá hugmynd að Glitnir og Landsbankinn sameinast. Þetta í ágúst áður en alltaf stað. Við vorum byrjað að skoða þetta. Þið höfnuðu því. Þetta ekki rétt, við sögðum, við erum að bíða. Forsætisráðherra segir þetta. Já, þá bara, ég hef ekki talað, sko, forsætisráðherra, við vorum með hugmyndirnar að sameina. Frá því í vor, þá vorum við að reyna að finna leiðir til þess að hvort það veri ekki rétt að sameina 2 banka eða 3 banka. Við heyrðum ekkert frá þeim, svo þegar við heyrum þetta helgina hvað þeir ætla að gera, þá hugsum við hvort við ekki koma hlutunum af stað, reyna að fá ykkur umræðu. Svo við hendum einu tilboði og öðru tilboði. Og voru þetta ekki bara alltaf því ósvífin tilboð vegna þess að það ger alltaf ráð fyrir því að Glitnismenn sem að áttu verðmætan eignarhlut í Glitni fengu nánast ekki neitt fyrir sinn snúð. Voru þið ekki að notfæra einhverja neyð til þess að taka yfir í raun og veru Glitnishlutan á þess að þeir fengju sitt? Við sendum tillögur og tillögur sendar þannig að síðan fara menn að ræða þær. Þær var nú bara afgreiddar að vera bull og vitleysa, bæði af held í Seðlabankanum og... Voru það ekki ljósið þess að Glitnismenn fengu ekki mikið fyrir sinn snúð? Það kom ekki tilboð tilbaka. Það var ekki dunnið í. Þá átti að byrja að vinna hvernig, altså Seðlabankinn sem bara rugl og síðan forsætisráðherra, hann var ekkert að vinna í þessu sérstaklega forsætisráðherra. Ég veit ekki hvað hann segir núna, en við sögðum við hann þá. Við erum búin að skota lengi og það orðið þannig að það eru lánadrottnar. Það eru lánadrottnar sem ráða ferðinni. Við þurfum að semja við þá hvort við getum sameinað bankana. Og þá verður íslensk stjórnvöld að koma inn í það. Og svo átti þetta bara að byrja umræðan. Síðan komum við með annað tilboð eða hugmynd. Við erum alltaf að henda inn hugmyndum. Þið var ekki svarað það? Það var ekki svarað og það var alltaf sagt að það hefur rugl. Við auðvitað komið tillögur sem að okkur fannst vera svona, þess vegna, hagstæðar, en aðri litu það ekki öðruvísi, heldur bara að það vera ómögulegar. Þeir sem áttu að vernda hagsmuni ríkisins eða þjóðarinnar, þeir bara fengust aldrei til viðræðna, þetta var alltaf hent út sem það var ekki hægt. Ég neita því algjörlega hér að við höfum ekki verið tilbúnir í alls konar viðræður. Bæði Kaupþing, Glitnir, við vorum alltaf að bíða eftir einhverju forystu hvernig, í hverju landi, hvernig eigum við að taka á þessu máli. Þú ert að lýsa hér, forystuleysi þá ríkisstjórnarinnar í þessu máli þegar þeir voru að véla þetta þessar helgar, Seðlabankans hverra? Seðlabankans og ríkisstjórnarinnar. Við heyrðum bara ekkert frá þeim. Við vorum að reyna að tala við þá, það kom ekkert frá þeim. Þeir voru sýnilega búin að ákveða og það skrýtna við til það að virðist hafi verið að þú sér að menn koma í Seðlabankann á föstudegi til að biðja lán sem þeir eru að greiða eftir 15 eða 17 daga og það er bara búið að afgreiða á mánudegi, búið að klippa á það. Þessi tími voru við að hefði verið nægur til þess að bankan setjast niður og reyna að búa til tillögu sem við höfum getað lagt sameiginlega fram. Hvernig svo sem fyrst hefði þetta ekki allt hrunið hvort þið er? Nei. Hefði þið ekki atburðarásin bara þá hverfst einhvern annan hlut heldur en lánið til Glitnis eða yfirtökun á Glitni? Nei. Ég meina þið voru komnir í vandræði út af ferðaþjónustunni þarna úti og þið eruð í vandræðum út af Eimskip og þið eruð í vandræðum út af Æslandi. Það er alltaf vandamál sem eru á borðinu og hafa verið lengi og þau eru inn í bókunum. Það er ekkert nýtt. En ég bara segi við þig, lausnir voru aldrei ræddar. Við komumst aldrei að borðinu að reyna að tala við þessa aðila það. Ég verð að fá að spyrja þig líka því að það er ekki mikil tíma eftir. Hérna peningamarkaðssjóðirnir. Það nást ekki nema eitthvað 70% út úr þeim til fólk sem að leggja inn ævisparnaðinn sinn, sem að leggja inn þau verðmæti, jafnvel litlu verðmæti sem það á. Hvernig má það vera að þessir sjóðir eru reknir með þeim hætti að svona lítið fæst? Miklu minni í Landsbankanum heldur en í Glitni og Kaupþingi. Ég held að aðalástæðan sé nú kannski svo. Við vorum mikið í bréf í bönkunum. Þau voru verðlaus.
bréf, bankabréf og allt bréf, sem sagt hlutabréf bönkum og öðru sem að ég til dæmis, ef ég tek með sér dæmi, ég var með bréf ég trúði því að Landsbankinn væri tryggastu fjárfestingar til og það reyndist ekki rétt, hann reyndist ótryggastur vegna þess að það er rosalega mikið af fólki sem að tapa svo miklum verðmætum af því að þeir treystu ykkur og þeir fá ekki nema 70% tilbaka. Fólk að missa arfinn sinn, fólk að missa ævisparnaðinn sinn, fólk að missa svo mikið. Við okkar sjóðir hafa þá sem sagt fjárfest í bréfum sem við töldum verið tryggari heldur en aðrir, sem reyndust ekki vera, eins og ég og aðrir gerðum. Ég trúði því að Landsbankabréf og bréfin væru það sterkasta eða bara bréfi bönku verið það sterkasta. Á einum degi fóru þeir niður í 0. Já, það gerist í öllum bönkunum, samt hægt að greiða miklu hærra hlutfall úr peningamarkaðssjóðunum. Já, það spurning hvernig samsetning sjóðanna var. Nú þekki ég það ekki. Ég ekki rekstraraðilinn, ég sem sagt bankaráðsformaður. Já, ég ber full ábyrgð á öllu. Ég ekki að koma mér frá ábyrgð, ég bara reyna að segja hvernig það gerðist. Og auðvitað það miður ef þetta fór svona. Ég vil þó kannski líka segja að sjóðir eins og nokkri sjóðir sem ég hafði afskipt af, þeir voru náttúrulega búin að hagnast töluvert mikið áður. Þannig það spurning hvaða fé var lagt í þá í upphafi. En að tapa svona miklu, það er auðvitað grátlegt. En ég veit ekki alveg hvað var upphaflegu peningarnir sem eftir í þetta. En það fólk sem tapaði sínum sparnaði, það hryggir mig. Það hryggir mig og ég er full ábyrgur fyrir því. Mér langar líka örstutt að spyrja þig, fólk í þínum banka, bankastjórinn einn er að fá 130 milljónir í áslaun. Annar er að fá 80 milljónir í áslaun. Það er maður þarna sem rekur verðbréfasviðið sem er 300 milljónir krónur í áslaun. Þetta eru það sem við köllum ofurlaun. Já, ég skil það. Áttu þetta fólk þessa peninga skilið? Ég hef nú oft veltið fyrir mér hvernig þetta varð til, af því ég hef aldrei þekkt svona og ég var kosin einu sinni ári sem satt í bankaráðið og fekk mín laun þar. Og ég rak minn bíl sjálfur og ég þekkti ekki svona skulum við segja, ofurlaun og annað. En hvernig það verður til, og ég verið að velta þessu fyrir mér, er það, þegar við förum í þessi erlend útrás, þá erum við að kaupa fyrirtæki og sem er í kannski sama, er að gera það sama við, og þá eru yfirmennirnir þar í svo miklu hærri launum, heldur en þessi sem voru heima sem átt að stjórna, og það gerir þetta svolítið. En snýst þetta ekki frekar það er til fullt af hæfu fólki sem er til í að mæti vinnuna frá morgni og langt fram á kvöld, án þess að það þurfa að fá 130, 150 eða 300 milljónir til þess að mæti vinnuna. Eru þið ekki bara búin að spýra ykkur upp í eitthvað græðgisrugl? Heitir þetta ekki það? Jú, það má kalla hvað sem er. Er það ekki rétt með það? Ég myndi segja það. Ég sjálfur... Og þú berð ábyrgð á því? Ég berð ábyrgð á því, en þetta var kerfi sem var búið til. Og það verður eiginlega til meira í kringum þessa útrás, vegna þess að menn eru að tala um að þessi aðferð gildi hjá þessu félagi og þeir verða að vera eins. En er þetta ekki lýsing á svolítið sjúku samfélagi? Jú, það má vel vera. Það má vel vera. Ég tek alveg ábyrgð á því að þetta var svona dálítið græðgi í þessu öllu saman. Og ég viðurkenni það og ég sjálfur persónulega hef aldrei kynnst svona. Eins og segi, ég fekk bara það sem ákveða var aðalfundi og ég réði Viltu aldrei spyrna við fótum? Jú, ég réði bankastjórna. Það var bara töluvert, þú segir að nóga fólki, ég veit það ekki, ég vona þetta... Það er hellingur á góðu fólki sem þína fyrir miklu minni peninga. Já, ég vona það, ég varð ekki var við það þá, en ég réði ekki fólkskilur. Ég var bankaráðsformaður, öll viðskiptamál, mál þeirra sem að viðskiptavina, nú og mál starfsmannana, eru á vegum yfirmanna þar, en auðvitað gæti ég blanda mér inn í þetta. Ég bara dauðséttir, ég hef ekki gert það. Ég bara skildi það ekki. Örstutt í lokin, Davíð Oddsson var hérna í viðtali og hann talaði, við ætlum ekki að borga erlendar skuldir óreiðumanna. Ert þú einn af þessum óreiðumönnum? Já, veistu nema að sé að tala félaga sín í Seðlabankanum? Ég veit ekki, tókstu þetta til þín? Ég tók þetta ekki til mín. Ég tók þetta ekki til mín vegna þess að ég segi aftur, Sigmar, og mér finnst mjög grátlegt að auðvitað eitt af því sem að gerði þetta mjög erfitt voru svona alls konar yfirlýsingar manna sem átti ekki að vera ekki yfirlýsingar.
Og svona til dæmis yfirlýsing seðlabankastjóra, ég veist að hún sé nú svona einstæmi í heiminum, en allra vega, ég hef aldrei vitað hvort hann var að tala félaga sín í seðlabankanum, félaga sín í ríkisstjórninni eða félaga sína sem að stjórnuðu kerfinu eða okkur. Hann verður það bara að segja hverju við erum. Davíð Oddsson verður að segja hverju óreiðumenn. Eru við meir óreiðumenn en þeir sem að voru með kerfið? Ég er ekki að afsala eða segja ég sé ekki ábyrgur. Ég er ábyrgur. En þú ert alltaf að benda á aðra líka. Eru ekki að tala um ástandið? Jú. Hvernig getum við talað um það á þess að tala um þá sem að við áttu samskipti við? Það er alltaf þannig þegar við erum að tala við fólk um þetta sem að eru persónur og leikendur í þessu að þeir vísa alltaf einhvern veginn ábyrgðin á milli sín. Nei, við erum að ræða hvernig hlutin gerast. Við gátum ekki starfað nema undir eftirliti Seðlabanka, fjármálaeftirlits og ég get ekki talað um Landsbankans í slíkan ef ég má ekki ræða eða það get ekki rætt þá sem að voru okkar yfirmenn. Þannig að ábyrgðin hún liggur við það. Og ábyrgðin liggur á mörgum stöðum og ég tek mína ábyrgð en allra vega það er ekki hægt að neita því að ábyrgð þessara stjórnmálamanna og ég segi fyrir mig, það voru Glitnir var tekin og Landsbankinn tekin. Hefur þú séð ykkur staðar hvaða valkosti voru í stöðunni? Hvernig var hægt að leysa þetta? Ég hef ekki séð það. Hefur þú séð ykkur vinnuplögg hvernig er það að vinna úr þessu? Ég hef ekki séð það og það hefur enginn séð það. Ég spyr, hvers konar ákvarðanir eru teknar, á hvaða grundvelli, hvaða vinnar á bakvið það, bæði fyrir og eftir. Það hefur enginn fengið að vita þetta. Og ég segi, ég lýsi eftir því. Ég lýsi eftir hvernig sá þetta fyrir. Ég tel að það verið fyrir kolvittlust í þetta í bæði Glitnir sem að síðan tók hinabankana niður og það var aldrei reynt að ná samkomulagi eða búa til einhvern pakka sem hefði dugað okkur. Það var bara sett neyðarlög og svo var þetta, einhverju 2-3 menn, ég veit ekki hvernig, það veit enginn hvernig það gerðist. Við náðum aldrei nokkurn mann. Nei, það er merkilegt að heyra það, en hver er staða þín sjálfs í dag? Þú ert einn ríkasti Íslendingurinn hérna fyrir stuttu síðan. Hvernig ertu staddur í dag? Ertu gjaldþrota? Hún er mjög einföld. Ég er ekki alveg klár á minni stöðu, en ég segi, bara til að útskýra það, ég vildi helst fjárfesta í íslensku félögum. Mitt áhugasvið var svona samfélagsmál og íslensk fyrirtæki og ég var hér. Ég fjárfesti í Landsbankanum, Eimskip og Icelandic sem er SH. Þetta var svona mín mál og menning og svona. Ég hefði mestan áhuga á því. Staðan í Landsbankanum ég átti 80 milljarða, já 0. Eimskip, það er allt farið. Það er ekki 30 milljarðar þar. Nú SH, ég er búinn að tapa öllu þar. Þannig að ég er búinn að tapa, ég veit ekki hvernig uppgjörið lítur út, en ég veit bara, ég átti mikið, nú skulda ég mikið og svo verður farið í uppgjör og ég veit ekki hvernig ég kem út úr því og ég ætla ekki að segja hér og nú að ég verði gjaldþrota eða ekki gjaldþrota. Ég veit bara eitt. Ég er ekki alveg klár á því hvorum megin striksins ég verð og ég tek því, mér finnst það bara allt í lagi að ég taki að ég tapi eins og aðrir. Mér finnst það bara eiginlega viljiðu vel en ég veit ekki hvorum megin striks ég lendi og ég meina mín áhugamál voru, eins og tala hvert fóru peningarnir. Mitt áhugamál var tónlistar- og ráðstefnuhúsið og Landsbankinn fjármagnaði það. Ég hef kannski verið sinnt of lítið þeim félögum sem ég átti í og hefði átt að gera það en svona er staðan í dag og nú minn ég bara vinna með þeim aðilum sem að eiga þessar skuldir en eignirnar bara voru teknar á einu degi og eru farnar. Svo ég veit ekki stöðuna en eins og ég segi, ég hef séð ýmislegt í lífinu. Ég hef miklu meiri áhyggjur af fólki sem varð fyrir meiri skerðingu, ég sem átti lítið sem ekki neitt og varð fyrir skerðingu. Það er fólki sem ég finn til með. Með sjálfum mér, ég get alltaf fengið vinnu við ykkur, góðgerðarstörf við eitthvað slíkt, eitthvað starf það sem passa. Takk fyrir komuna, Björgólfur. Takk.